þá komið að októberlesson fyrir naut. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigið. Skulum við bóka beint í lesturinn og byrja á því að athuga hvaða naut þú ert að tala við. Ok. Og við fáum hvað er væntanlegt hjá þessu nauti, hvað er framundan og næsta misseri, uppákomur, áramir, áskoranir. Við fáum leiðsögn fyrir naut. Og við fáum áhrif á framtíð. Kæra naut, eitthvað hefur nú gengið á. Núna er ég að tala við svolítið stóran hóp, þannig að þetta getur verið allt frá því að vera bara mjög stórt og alvarlegt áfall, hvernig sem þið túlkið það, og allt yfir í að lífið umbrotist, og þá erum við að tala um breytingar innan fjölskyldu, sambandsslit, skilnaðir sem eru áföll líka, en það er ákveðin stigsmunur þarna á erfiðleikar sem við förum í gegnum eða einmitt áföll sem eru á borð við slys og þess háttar og skaða. En það hefur eitthvað gengið á og í þá svona nokkuð nálari fortíð, við erum að tala um svona síðustu allt frá því bara í gær og til 3, 4 ár, 5 ár. Einhvern tímann á síðustu 5 árum, minnst 5 ár verður svolítið mikið stretch, en 3 ár pluss mínus. Að eitthvað hefur gerst sem olli því að heimsmyndin þín breyttist. Heimurinn þinn breyttist, heimilið þitt breyttist, fjölskyldumynstur. Einhver völdu sjálf að gera þessa breytingu, það gera hana engu að síður erfiða. Einhver upplifa þessa breytingu sem óvænta breytingu. En það var stór breyting, þannig að það svolítið hrundi í kringu þig. Lífið eins og þekktir það og í rauninu svolítið svona þér var hent svolítið í hakkavélina. Ég kalla það svolítið oft það sem gerist þegar maður tekur stórum breytingu í lífinu. En það er eins og maður sé bara tekinn og maður settur ofan í hakkavél og hakkaður á spað og svo kemur maður út hinn endan og það er að reyna að púsla sér einhvern veginn saman aftur. Og eins og þetta er erfitt, þá höfum við líka oft gott af því að þá getum við líka valið alls konar sem þjónar okkur ekki lengur og hendi í ruslið og við tökum það ekki með í nýja púslið. Þannig að það hefur verið eitthvað stór breyting. En í dag þá ertu búið að taka rosalega mikinn lærdóm frá þessu atviki og allri baksögunni. Þú taka rosalega mikinn lærdóm, þú ert búið að vera að uppgötva aftur alls konar nýjangar í lífinu. Þú skilur heildarmyndina betur, þú sérð sjálf þig betur, þú sérð bæði góðu hliðina þínar og skuggana þína betur. Mér finnst þú betur vera meira í takti við sjálf þig og takti við hver þú ert með öllu, ljósum og skuggum. Við erum nefnilega alltaf bæði.
og mér finnst þú gangast betur við skuggunum þínum í dag heldur hún gerðir áður og ert svona nokkuð vel miðjað. Og ef þú ert í einhverju andlegri vinnu þá ertu nokkuð vel miðjað þar líka. Mér finnst mér svo bara mjög líklegt að ég sé tala til einhverja sem hafa verið í andlegri vinnu þá á þessu dulræna sviði. En öll andleg vinna hefur verið að gera þér allavega gott núna. Það sem framundan að núna heimurinn að opna fyrir þér nýja möguleika. Þú ert búið að vera svolítið svona, sundurtækt eftir hakkavélina og búið að vera að reyna að púsla saman. Og oft á tíðum svolítið í lausu lofti, en núna heimurinn að opna fyrir þér dyr svona inn í nýtt öryggi, inn í nýja mótun þar sem að þú þekkir þig og getur byrjað að byggja upp nýtt með allri þekkingun og viskunum sem búin að aflega síðustu ár. Þannig að það verið að opna inn á nýjan heim fyrir þig og leiðsögnin svo að leyfðu öðrum að fylgja þér í gegnum þessar dyr. Leyfðu öðrum að styðja þig og leyfðu þér að styðja þig við aðra. Það fullt af góðum einstaklingum í kringum þig sem að vilja hvetja þig áfram og hjálpa þér. Leyfðu þeim það. Þannig að athuga hverjir það eru í kringum þig sem að hafa jafnvel ítrekkað boðið þér alls konar aðstoð eða félagsskap og vináttu og leyfðu þér að þiggja það. Af því að það er rosalega gott fyrir þig að hafa stuðning í gegnum þessa breytingu. Því að það sem síðan framundan það algjör endurnýjun. Þú ert á leiðinni inn í mjög stór kaflaskil þar sem þú ert að skilja við alveg rosalega mikið af því gamla til þess að skapa rými fyrir nýtt. Og þú ert að stíga inn nýtt upphaf. Og það oft mjög skrítið og erfitt þó það sé gott, leiði gott af sér, þá eru kaflaskilin sjálf oft mjög erfið af því að við erum að fara í gegnum, við erum að kveðja það sem gamalt og það alls konar, það fullkomlega eðlilegt að verða sorgmæddur yfir því og þurfa að syrgja fortíðina þegar maður að kveðja, kveðjustundir eru erfiðar og þá þeim mikilvægara fyrir þig að hafa liðsauka með þér, einhver sem að vilja raunverulega hvetja þig áfram. Þannig að við fá aðeins auka einsinn hér. Ok. Já, akkurat. Já, þetta var sannarlega stór breyting sem átti sér þannig í stað og bara alveg svona öll heimsmyndin breyttist og bara heimurinn sem slíkur breyttist en það líka hluti af þessari vegferð sem að þú ert á og þér var ætlað. Þannig að eins og þetta var mögulega sárt og erfitt og eins svona ömurlega það hljómar, þá átti þetta að gerast. En þetta bara hluti af þinni lífsvegferð. Þetta var í kortunum þínu þegar þú komst í þennan heim, í þetta slíður sem að þú býrð í núna. En þú ert búið að vera að rækta þig og þú ert komið á rosalega góðan stað í þinni ræktun, líður mjög vel með sjálft þig og núna verið að bjóða þér að byggja þér nýja heimsmynd. Ekki bera þetta allt saman sjálft eins þíns liðs. Það vinna framundan og það svo gott að geta verið með stuðning og þó að þú sért það sjálft að fara að bera alla meginvinnuna að þá svo ágætt að hafa einhverju sem eru til í að létta undir með þér á köflum. Þannig að leyfðu fólkinu kringum þig að styðja við þig, ekki bara þín vegna heldur líka þeirra vegna. Það þannig svolítið sætlar að gefa þér en að þiggja. Leyfðu þá öðrum að gefa þér.
Ég ætla að fá hér eitt spil úr Greenwich Oracle-flokkinum. Það er rétt í lokinn til þess að taka hérna aðeins heim og saman og það er gúrka. Gúrka sem að táknar tilfinningar. Tilfinningagúrka. Það er eitthvað. Allar efasemdir sem hafa verið að hanga í kringu þig ættu að falla á brott mjög bráðlega. Það getur vel verið að það sé einhvers konar skuldbinding framundan en í það minnsta stór breyting í lífinu. Og þér er ráðlagt hér að vera mjög vakandi yfir tilfinningum þínum áður en þú ákveður hvaða leið er rétt fyrir þig. Þannig að þegar að heimurinn opnar hérna einhverja dyr, greinilega fleiri en eina, að staldraðu við, ekki stökkva færið alveg leið. Þú þarft aðeins að passa þig á því. Þér hætti það til. Leyfðu þér að staldra við, hugsa málið, kanna tilfinningar þínar í raun og veru, áður en þú skuldbindir þig við vegslóðan sem þú velur þér. Einhver sem að þér nærri gæti tjáð sig við þig á hátt sem að þér finnst mögulega pínu skrítið eða óþægilegt, gæti triggerað þig, en þá er það þitt að einmitt að vega og meta hvaða tilfinningar eru að vakna hjá þér, hvaða viðbrögð og af hverju. En það er allavega komið tími til þess að stíga skref fram á við og leyfa áframhaldandi þroska að taka við. Ok, þá ætlum ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin til sönnurrétt til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.